Að þið mig? Já. Með tóki? Við erum ekki komin. Jú, það Jú. ekki með. Já, það er komið. Við komum ekki. Sorry. 1, 2, 3. Rektor, forsetar fræðasviða, deildarforsetar, ágætu kandidatar, góðir gestir nær og fjær. Verið öll hjartanlega velkomin og gleðilega hátíð. Ég heiti Hafsteinn Einarsson og er lektor við iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild á verkfræði- og náttúruvísindasviði. Mér er það heiður og ánægja að fá að vera með ykkur á þessum stóra degi og kynna dagskrá hátíðarinnar sem nú fer í hönd. Áður en lengra er haldið, bið ég ykkur öll að stilla farsímann þannig að hann trufli ekki athöfnina. Sem lektor í tölvunarfræði sem vinnur á sviði gervigreindar fæ ég oft spurninguna hvort gervigreind muni taka yfir heiminn. Ég veit ekki hvort eða hvenær það mun gerast, en ég veit að gervigreind er byrjuð að taka yfir pósthólfið mitt. Ég fæ reglulega pósta frá fólki utan úr heimi sem hafa augljóslega verið skrifaðir að mestu með aðstoð spunagreindar. Síðustu helgi fékk ég til dæmis póst frá doktorsnema í sagnfræði frá Austurríki. Neminn hafði verið að spjalla við spjallmenni frá Bing sem benti honum á að hafa samband við mig. Samkvæmt spjallmenninu átti ég að vera að beita mállíkönum til að greina vef ritrýndra fræðigreina. Bing hafði sagt nemanum að vegna þessa væri ég álitlegur samstarfsaðili fyrir verkefni hans sem fjallaði anarkisma. Nemandinn gekk jafnvel svo langt að reyna að hlusta á útvarpsviðtöl við mig á íslensku en gafst að lokum upp og ákvað að senda mér póst. Það voru því ákveðin vonbrigði fyrir nemandann þegar ég sagði honum að því miður hefði Bing spjallmennið bullað í honum og staðhæfingar þess væri eintómur uppspuni. Þó gervigreind sé komið langt á veg í þróun og margir halda jafnvel að hún taki yfir heiminn, þá er mikilvægt að láta ekki blekkjast. Eitt af markmiðum háskólanáms er að skerpa gagnrýna hugsun. Ég vona að þið eigið eftir að beita henni markvisst þegar þið hagnýtið spunagreind eins og ChatGPT. En snúum okkur þá aftur að brautskráningunni. Brautskráningunni hér í dag er skipt í tvær athafnir. Nú fyrir hádegi var brautskráð frá deildum félagsvísindasviðs, heilbrigðisvísindasviðs og hugvísindasviðs. En hér á eftir munu brautskráðskandidatar í grunn- og framhaldsnámi frá deildum menntavísindasviðs og verkfræði- og náttúruvísindasviðs. Fyrir þau sem ekki eiga þess kost að vera með okkur hér í dag er boðið upp á beint streymi og er hlekkurinn á streymið auglýstur á heimasíðu Háskóla Íslands. Að athöfn lokinni verður upptaka af viðburðinum einnig gerð aðgengileg. Að endingu vil ég beina þeim tilmælum til kandidata og gesta þeirra
að yfirgefa ekki salinn fyrr en athöfn lokið. Góðir gestir, nú mun rektor Háskóla Íslands, Dr. Jón Atli Benediktsson, flytja ávarp. Gjörðu svo vel. Fyrrverandi rektorar, forsetar fræðasviða, deildarforsetar, starfsfólk Háskóla Íslands, kandidatar, góðir gestir, nær og fjær. Kæru kandidatar, það sönn ánægja og forréttindi að fá að ávarpa svo glæsilegan hóp af efnilegu menntafólki á þessari hátíðastundu sem við tilengum framtíðinni. Þið hafið hvert og eitt ykkar sett metnaðarfull markmið, unnið markvisst að þeim árabil, yfirstigið margs konar hindranir á tímum heimsfaraldurs og uppskerið nú eins og til var sáð. Fyrir hönd alls starfsfólks Háskóla Íslands óska ég ykkur, fjölskyldum ykkar og vinum innilega til hamingju með árangurinn. Prófgráðan sem þið takið nú við getur orðið lykill að farsælli framtíð ykkar sem þið hafi lagt grunnað með fyrirhyggju og þrautseigju. Ég vona að þið hafi notið tímans með okkur. Þið eru stolt háskólans. Orðspor okkar ræðst af framgöngu ykkar og þeirra þúsunda háskólamenntaðra einstaklinga sem nú starfa á öllum sviðum íslensks samfélags og atvinnulífs víða veröld. Verk ykkar í þágu samfélagsins munu varpa ljóma á skólan ykkar ókomna tíð. Góðu kandidatar, sagt að svo lengi lærir sem lifir. Nú hefst nýr kafli í námi ykkar í skóla lífsins. Þar munu ykkur vera falin sífellt fleiri verkefni og meiri ábyrgð og þið munu öðlast víðtækari reynslu með hverjum nýjum degi. Háskóli Íslands hefur eftir fremsta megni kappkostað að búa ykkur undir þessa vegferð og jafnframt leitast við að brúa bilið á milli fræðanna og vettvangs dagsins. Þetta höfum við gert með því að bjóða fjölbreytt og öflugt starfs- og vettvangsnám og með því að beita kennsluaðferðum sem taka í æríkara mæli mið af raunhæfum verkefnum og hagnýtum úrlausnarefnum. Markmið okkar að Háskóli Íslands sé ætíð skóli atvinnulífs framtíðarinnar. Við viljum móta þekkingarsamfélag sem keyrt áfram að vanda nýsköpunar og sjálfbærni þar sem við öll getum notið ávaxta vísinda og fræða til fulls leið og hugað að komandi kynslóðum og síðast en ekki síst þeim sem höllum fæti standa. Öflugasta leið okkar að því markmiði í gegnum ykkur, kæru kandidatar. Þar treystum við og samfélagið allt á fagþekkingu ykkar, frumkvæði og forystu á komandi árum. Enginn veit hvað framtíðin ber í skauti sér, en stundum eins og hún læðist aftan að okkur og komi fyrr en við áttum von á. Þetta á ekki síst við þegar merkar vísindauppgötvanir eða miklar tækninýjungar eru skyndilega kynntar til sögunar. Sími, flugvélar, tunglferjur, tölvur, raðgreining erfðaefnisins og þráðlaus gagnaflutningur eru dæmi slíkar framfarir sem breyttu gangi hversdagslífsins og gáfu leið fyrirheit að enn frekari byltingar væru í vændum. Einn nýjasti boðberi slíkra breytinga gervigreindarspjallmennið ChatGPT sem fangaði athygli heimsbyggðarinnar á nýliðnum vetri og hvíslaði að okkur að mikilla breytinga væri að vænta. Verkefnin sem gervigreindin leysir af hendi, hvort sem þau lúta textaskrifum, forritun eða myndvinnslu, eru slík að spurningar hafa vaknað eðli og tilgang háskólanáms og jafnvel framtíð sjálfs mannkyns. Viðbrögð háskólafólks hérlendis hafa einkennst af yfirvegun þar sem lögð áhersla á
á að skoða með opnum huga þau tækifæri sem þessi áhrifamikla tækni skapar fyrir háskólasamfélagið og okkur öll. Ástæðulaust er að ætla að gervigreindin muni taka af okkur ómakið við að hugsa sjálfstætt. Ef við höldum rétt á spilunum getur hún þvert á móti gert starf háskólafólks í senn innihaldsríkara og heilladrýgra bæði fyrir okkur sjálf og samfélagið allt. Í þessu sambandi er vert að hafa í huga hvernig gagngerar tæknibyltingar í einni höfuðatvinnugrein okkar Íslendinga, sjávarútvegi, hafa gert störfin á þeim vettvangi í senn skilvirkari, arðbærari og áhugaverðari. Þar hafa hugvit og hátækni vissulega létt okkur störfin en leið gert okkur fært að sjá lengra og ná markverðari árangri við stóraukna og sjálfbærari nýtingu sjávarfangs. Þær framfarir á sviði gervigreindar sem nú á hvers manns vörum eiga sér langan aðdraganda innan háskóla, rannsóknastofnana og tæknifyrirtækja. Þær byggjast á þrotlausri vinnu við hönnun sífellt öflugri algoritma sem greina og flokka upplýsingar, stórauknu reikniafli ofurtölva og síðast en ekki síst vaxandi gagnasöfnum sem aðgengileg eru meðal annars á veraldarvefnum. Jafnvel þetta stutta yfirlit gefur vísbendingar þann fjölbreytta hóp vísinda- og fræðafólks sem kemur og hefur komið að þróun gervigreindarinnar. Svo ekki sé minnst á öll þau sem taka þátt í að spinna veraldarvefinn frá degi til dags. Undir því sjónarhorni er gervigreindin fjarri því að vera afmarkað tækni þróunarverkefni. Kæru kandidatar, þið hafið vafalítið spurt ykkur sjálf að því hverju gervigreindin muni breyta fyrir ykkur og þau verkefni sem þið munum nú takast á hendur. Einnig má spyrja, hvernig menntun ykkar fær haldið gildi sínu í heimi sem svo róttækum og hröðum breytingum undirorpinn. Þið eru jú fyrsti hópurinn sem brautskráðist frá Háskóla Íslands sem hafði möguleika á að nýta sér GPT-spjallmenni á lokametrum námsins. Fullir það má að þið muni nota gervigreind í auknum mæli í lífi og starfi í framtíðinni, en við þurfum vitaskuld öll að vera á varðbergi gagnvart þeim mögulegu hættum sem hún hefur í för með sér. Farsæl nýting tækninnar krefst þess að við beitum fjölbreyttum aðferðum hug-, félags- og menntavísinda til að skilja og bregðast við samfélagslegum og siðferðilegum afleiðingum hennar. Mikilvægustu og endingabestu viðbrögð okkar við nýjum áskorunum af hvaða tagi sem eru fólgin í því að standa vörð menntahugsjón Háskóla Íslands. Samkvæmt þeirri hugsjón hefur háskólamenntun gildi í sjálfu sér í krafti þess hve alhliða hún er. Tækni og verkkunnátta vissulega afar mikilvægur þáttur háskólamenntunar, svo ekki sé að sjálfsögðu minnst á fræðilega þekkingu. Án verkvits og bókvits væri háskólamenntun bitlaus. En það ekki síður mikilvægt að háskólanemar fái þjálfun í að hugleiða þau gildi og markmið sem liggja allri tækni til grundvallar og raunar allri viðleitni mannfólksins. Slík yfirvegun oft kennd við siðvit og gagnrýna hugsun. Hún stuðlar að alhliða þroska, eflir sjálfstæði okkar og gerir okkur kleift að axla ábyrgð og gegna forystu hlutverki í samfélaginu. En hversu vel sem við ræktum hug og hönd, bókvitið, verkvitið og siðvitið, hljótum við að viðurkenna eigin takmörk, hvort sem við stöndum andspænis nýrri tækni eða hinum gríðarlegu umhverfis- og samfélagsáskorunum samtímans. Æðsta stig háskólamenntunar, háskólaþroskans, samvinna. Háskóli og að vera samfélag nemenda og kennara. Við þurfum ætíð að gæta þess að hlúa að liðsheildinni sem laðar það besta fram í hverju og einu okkar, en gerir okkur leið hluta af einhverju sem stærra en summa einstaklingana.
Og til að þroska siðvitið er ekki nóg að hugsa sjálfstætt og gaggrínið, við þurfum einnig að virkja reynsluna, læra af fyrri kynslóðum og hvert af öðru, ekki síst í málefnalegum rökræðum. Greindur nærri getur, reyndur veit þó betur, segir gamall málsháttur. Reynslan er sá kennari mannkyns sem vísindafólk viðurkennir og beygir sig auðmjúkt undir. Menntahugsjónin sem ég hef gert að umræðuefni er frelsandi afl. Hún hefur losað þá átthagafjötra sem heftu fyrri kynslóðir Íslendinga aldaraðir. Háskólamenntun ykkar, kæru kandidatar, opnar ykkur þannig ótal tækifæri innanlands og á alþjóðlegum vettvangi. Heimurinn allur er leikvöllur ykkar. Það er ekki ástæðulaust að Háskóli Íslands hefur í núverandi stefnu sinni valið sér einkunnarorðin opinn og alþjóðlegur. Menntahugsjónin hefur líka haft þau áhrif að við trúum ekki lengur að okkur séu búin óbreytanleg örlög, að okkur sé markaður einn vegur, einn bás til að húka við ævin á enda. Heilbrigðisvísindin afsanna til að mynda á hverjum einasta degi hinna fornu speki að eigi verður feigum forðað. Jafnframt er nú svo komið með breyttu hugafari og markvissri nýtingu þekkingar að sárafá dauðsföll eru tengd sjósókn á Íslandi jafnvel engin ár eftir ár. Það hefðu þótt stór tíðindi fyrir aðeins örfáum áratugum þegar sjómenn lögðu líf sitt að veði fyrir fiskaflan. Ef til vill stöndum við nú fyrir tilstilli háskólamenntunar og ávaxta hennar á þröskuldi þess að brjóta hlekki vanans, að yfirstíga þær takmarkanir sem bundnar eru við hugarheim einstaklingsins og færa út sjálf landamæri hugans. Hingað til hefur sá möguleiki einkum verið viðfangsefni skálda og kvikmyndagerðarfólks. Samlegð og samvirkni sem skapar eitthvað nýtt og stórt hefur að sönnu verið kjarni alls vísindastarfs frá upphafi og geta okkar til að beisla náttúruöflin og ná valdi yfir sjálfum okkur hefur stór aukist á tímum skipulags vísindastarfs. Tíminn einn mun leiða í ljós þær áskoranir og þá nýju möguleika sem þróun gervigreindar mun skapa. En við höfum fulla ástæðu til að ætla að hún muni veita ykkur, kandidatar góðir, áður óþekkt tækifæri til að nýta menntun ykkar til góðra verka. Kæru kandidatar, ég vona svo sannarlega að þau mögnuðu úrlausnarefni sem framundan eru efli starfsorku ykkar og baráttugleði. Ég hvet ykkur til að forðast í senn oftrú á tækniframfarir og óttann við þær. Nýtið menntun ykkar og treystið eigin dómgreind. Ég óska ykkur, fjölskyldum ykkar og vinum sem samfagna með ykkur í dag innilega til hamingju með árangurinn. Nú er tíminn til að njóta þess sem áunnist hefur, setja sér ný markmið og láta gott af sér leiða. Framtíðin er ykkar og hún er björt. Gangið fagnandi á móti nýjum degi. Við þökkum rektor fyrir hans góða ávarp. Háskóli Íslands heldur áfram að eflast og styrkjast. Nú stunda 14.200 nemendur nám við háskólann. Af þeim eru 8.600 í grunnnámi og 5.600 í framhaldsnámi. Þar af 700 í doktorsnámi og 2.100 í viðbótarnámi á meistarastigi. Frá síðustu brautskráningu í júní síðastliðnum hafa 78 lokið doktorsprófi frá háskólanum. Hér á eftir munu 818 kandidatar frá öllum 10 deildum menntavísindasviðs og verkfræði- og náttúruvísindasviðs brautskrást úr grunn- og framhaldsnámi og viðbótarnámi á meistarastigi.
Nú fyrir hádegið fengu 1343 kandidatar frá deildum félagsvísindasviðs, heilbrigðisvísindasviðs og hugvísindasviðs og verkfræði- og náttúruvísindasviðs afhent prófskírteini sín við hátíðlega athöfn. Þá brautskrást 677 kandidatar af diplómanámsleiðum á grunn- og framhaldsstigi, en þeir taka ekki þátt í athöfnunum í dag. Alls verða því hvorki meira né minna en 2840 kandidatar brautskráðir frá Háskóla Íslands í dag, sem metfjöldi á þeim 112 árum sem liðin eru frá stofnun skólans árið 1911. Þetta glæsilegur árangur. Áður en brautskráning hefst vil ég benda gestum á að klappa aðeins í lok brautskráningar hverrar deildar. Ég vil líka minna kandidata á að ganga að merkingu á gólfi sviðsins mér á hægri hönd. Það er lítið X hérna á gólfinu, ég vil biðja ykkur að bíða á þessu X-i þangað til röðin kemur að ykkur. Gangið svo til deildarforseta sem afhendir ykkur prófskírteinið. Að því búnu ganga þeir fram með púltið og yfir til rektors sem heilsar hverjum kandidat. Loks ganga þeir niður á sviðinu. Þá hefst brautskráning kandidata. Fyrst stýrir Kolbrún Pálsdóttir, forseti menntavísindasviðs, brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins. Að þessu sinni eru brautskráðir 543 kandidatar frá öllum 4 deildum menntavísindasviðs. Fyrst mun Rannveig Björk Þorkelsdóttir, forseti deildar faggreinakennslu, afhenda prófskírteini. Með M.Ed.próf í kennslu erlendra tungumála brautskráist Kristín Björg Þorsteinsdóttir. Og ég bið kandidata ganga rösklega inn á sviðið. Með M.Ed.próf í kennslu íslensku brautskrást Berglind Hulda sem fjarverandi og Edda Björk Vastal. Með M.Ed.próf í kennslu náttúrugreina og upplýsingatækni brautskrást Jóhanna Eva Dominitska fjarverandi, Rakel Dögg Óskarsdóttir. Með M.Ed.próf í kennslu stærðfræði brautskráist Jóna Þórdís Eggersdóttir sem fjarverandi og með M.Ed.próf í kennslu upplýsingatækni og miðluna brautskrást Elín Ingvadóttir og Ingibjörg Emilsdóttir. Með M.Ed.próf í menntun framhaldsskólakennara brautskráist Ágústa Björg Kristjánsdóttir. Með MT.próf í kennslu erlendra tungumála brautskrást Ester Rún Antonsdóttir og Hjördís Hera Hauksdóttir. Með MT.próf í kennslu íslensku brautskrást Arnar Páll Rúnarsson, Dagný Pétursdóttir, Eva Björg sem fjarverandi, Eva Björg Sigurðardóttir á staðnum og tekur við prófskírteini, Ingimar Karl Helgason, Ragnheiður Birna Danielsdóttir og Þórunn Stefansdóttir. Með MT.próf í kennslu list og verkgreina brautskrást Yngvi Hrafn Laxdal Viktorsson, Irma Dögg Toftum, Íris Olga Lúðvíksdóttir, Linda Traustadóttir, Una Kristín Jónsdóttir. Una Kristín fjarverandi. Með MT.próf í kennslu náttúrugreina brautskrást Árnína Björt Heimisdóttir, Heiðar Þór Jónsson, Kristján Jesus Potenzano og Silja Sigurðardóttir. Með MT.próf í kennslu samfélagsgreina brautskrást Ásdís Heiðarsdóttir, Brynja Ómarsdóttir, Dagmar Ír Sigurdórsdóttir, Elínborg Eir Sigur Finnsdóttir, Elísabet Ólafsdóttir, Emma Ásmundsdóttir, Heiðrún Helga Hjörleifsdóttir, Heiðrún Þórðardóttir, Hrund Margrétardóttir, Jóhanna Guðbjörg Rósmundsdóttir, Margrét Vignisdóttir, Sólveig Eggersdóttir, Torfi Sigurðarsson, Una Kristjánsdóttir, Vilhjálmur Pálmi Snædal, Þórdís Ylva Þórsdóttir og Þyrí Kristínarsdóttir. Með MT.próf í kennslu stærðfræði brautskrást Agnes Eik Sigurjónsdóttir, Aþena Eir Jónsdóttir, Höskuldur Marselíusarsson, Marínó Axel Helgason og Vilhjálmur Þór sem fjarverandi. Með MT.próf í kennslu upplýsingatækni og miðlunar brautskrást Fjóla Sigurðardóttir, Gísli Þór Gíslason,
og Ragnheiður Líney Pálsdóttir. Með MT-próf í menntun framhaldsskólakennara brautskrást Alexandra Eir Andrésdóttir, Áslaug María Jóhannsdóttir, Elín Ása Heiðarsdóttir, Emil Sölvi Ágústsson, Greta Bensdóttir, Helena María Guttesen, Margrét Óskarsdóttir, Sigríður Helga Hauksdóttir og Svavar Elliði Svavarsson. Með B.Ed.próf í grunnskólakennslu með áherslu á erlend tungumál brautskrást Anna Sigríður Jónsdóttir, Bryndís Sunna Guðmundsdóttir, Elísa Sif Rannveigardóttir, Guðrún Helga Guðjónsdóttir, Jara Mjöll Helgadóttir, María Árelía Guðmundsdóttir, þá það María Árelía, Sandra María Kjartansdóttir, Sindri Lars Ómarsson og Telma Hrund Sigurbergsdóttir. Með B.Ed.próf í grunnskólakennslu með áherslu á íslensku brautskrást Aldís Anna Jónsdóttir, Ágústa Halla Guðjónsdóttir, Bergdís Bergsdóttir, Edda Rún Guðmundsdóttir, Freydís Erna Guðmundsdóttir, Lísa Björk Hannesdóttir og Rannveig Klara Guðmundsdóttir. Með B.Ed.próf í grunnskólakennslu með áherslu á list- og verkgreinar brautskrást Hanna Lilja Egilsdóttir, Jens Tínus Klausen Pétursson, Ragnar Birkir Bjarkarsson, Sigríður Björk Hafstað, Sigríður Diljá Vilhjálmsdóttir, Stefania Elín Petersen og Unnur Gía Ingimundadóttir. Með B.Ed.próf í grunnskólakennslu með áherslu á náttúrugreinar brautskráist Rósa Conny Jóhannesdóttir. Með B.Ed.próf í grunnskólakennslu með áherslu á samfélagsgreinar brautskrást Anna Día Baldvinsdóttir, Ásta Kristín Lúðvíksdóttir, Birgitta Ír Sigurðardóttir, Diljá Magnea Oddsdóttir, Elías Kristinn Kristinsson, Ellen Marta Baran, Erlingur Sigvaldason, Gabriela Líf Ragnarsdóttir, Gunnlaugur Hans Steffensen, Karl Sölvi sem fjarverandi, Karlotta Kristjánsdóttir, Kolbrún Hulda Edvardsdóttir, Kristófer Davíð Traustason, Saga Tíbrá Bergmann, Sigrún Ösp Aðalgeirsdóttir og Tinna Líf Davíðsdóttir. Með B.Ed.próf í grunnskólakennslu með áherslu á stærðfræði brautskrást Aron Fannar Sindrason, Dagbjört Erla Kjartansdóttir, Guðmundur Ingi Bjarnason, Heiðdís Ósk Gunnarsdóttir, Hera Gautadóttir, Kristjana Ír Kristinsdóttir, Móei María Sigurþórsdóttir Maklór, Ólöf Gunnarsdóttir, Stefania S. Kristjánsdóttir, Sveinn Ægir Birgisson, Sunneva fjarverandi og Vala Jónsdóttir Thoroddsen. Með B.Ed.próf í grunnskólakennslu með áherslu á upplýsingatækni og miðlun brautskráist Marteinn Einarsson. Þá lokið brautskráningu kandídata frá deild faggreinakennslu. Næst þá mun Þórdís Lilja Gísladóttir, forseti deildar heilsueflingar, íþrótta og tómstunda, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-próf í hagnýtri atferlisgreiningu brautskrást Asra Cernats, Elísabet Sigríður Guðnadóttir, Evelína Njestjar og Jóhanna Sif Jóhannsdóttir. Með MPH-próf í lýðheilsuvísindum brautskrást Ásdís Ragna Einarsdóttir og Gunnhildur Sveinsdóttir. Með MS-próf í íþrótta og heilsufræði brautskráist Björn Jóhannes Hjálmarsson. Með MT-próf í heilsueflingu og heimilisfræði brautskrást Anna Elisabeth Jóhannsdóttir, Berglind Guðmundsdóttir, Bjarma Sæmundsdóttir Diðriksen, Freyja Kristjana Bjarkadóttir, Guðbjörg Ír Ingólfsdóttir og Matthildur Ósk Matthíasardóttir.
Með MT-próf í íþrótt- og heilsufræði brautskrást Alda Kristinsdóttir, Alexandra Tomik, Bergdís Sigurðardóttir, Birgir Björn Pétursson og Birgitta Lind Skeving. Egill Þorri er fjarverandi og þá er það Erla Margrét Leifsdóttir, Hildur Björnsdóttir, Katrín Arna Kjartansdóttir, Lára Lárusdóttir, Margrét Hjörleifsdóttir er fjarverandi, María Rún Björgvinsdóttir, Nevena Tasík, Rakel Arna Guðlaugsdóttir, Rannveig Harpa Jónþórsdóttir, Silja Björg Kjartansdóttir og sumarliði Páll Sigurbergsson. Með BA-próf í tómstund- og félagsmálafræði brautskrást Alex Birgir Gíslason, Alexander Leósson, Allen Mikaela Geil Tambáen, Arnar Bragi Magnússon, Arnar Helgi Magnússon, Auður Eir Sigurðardóttir, Berglind Dana Maríasdóttir, Birna Björg Davíðsdóttir, Bjarni Gautur Eydal Tómasson, Bryndís Ír Ingvarsdóttir, Bryndís Jenny Kjerbó, Elísa Eir Ágústsdóttir, Erna Guðjónsdóttir, Friðbjörg Sigurbjörnsdóttir, Guðbjörg Halldórsdóttir, Halla Marie Smith, Heiðrún Kristín Guðvarsdóttir, Hólmfríður Svala Ingibjargardóttir, Jóhanna Rós N. Guðmundsdóttir, Kolfinna Kjartansdóttir, Leifur Ingi Eysteinsson, Ljósbrá Loftsdóttir, Lovísa María Hermannsdóttir, Melkorka Assa Arnardóttir, Petra Baldursdóttir, Rafn Orri Örvarsson, Rakel Ír Sigurðardóttir, Sigyn Jara Björgvinsdóttir, Úlfur Darri Lúthersson, Valgerður Erlingsdóttir og Viktoría Ásgeirsdóttir. Með BE-próf í heilsueflingi og heimilisfræði brautskráist Hanna Tryggvadóttir. Með BCS-próf í íþrótt- og heilsufræði brautskrást Adna Mesetovic, Alexandra Sigurdórsdóttir, Arna Védís Bjarnadóttir, Arnór Siggeirsson, Atli Freyr Rapsson, Auður Erla Gunnarsdóttir, Ágúst Unnar Kristinsson, Ardís Birgitta Georgsdóttir, Birgir Örn Hjörvarsson, Birgitta Þóra Birgisdóttir, Bjarki Már, Bjarki Már Sigurðsson, Bjarki Reyr Tryggvason, Brynja Dögg Björnsdóttir, Davíð Arnar Ágústsson, Davíð Elí Heimisson, Einar Björn Einarsson, Einar Björn Þorgrímsson, Eyrún Gunnlaugsdóttir, Fanney Úlfarsdóttir, Freyja Friðriksdóttir, Freyja Friðþjófsdóttir, Grímur Þór Róbertsson, Harpa Svansdóttir, Heiðdís Ósk Leifsdóttir, Hekla Dögg Guðmundsdóttir, Helgi Guðjónsson, Hera Sigrún Ásbjarnardóttir, Hilmar Smári Jónsson, Hjördís Brynjarsdóttir, Hreinn Róbert Jónsson, Hreinn Magnússon, Ingi Steinn Ingvarsson, Ísak Kárason, Jóhann Örn Finnsson, Jón Axel Jónasson, Konráð Atli Helgason, Kristján Ingi Rúnarsson, Magnús Hilmar Viktorsson, María Dögg Jóhannesdóttir, Nanna Guðmundsdóttir, Regína Sigurjónsdóttir, Sandra Sif Orradóttir, Silja Björk Pálsdóttir, Stefanía Þorsteinsdóttir, Steinunn Bára Birgisdóttir,
og Sveinbjörn Óli Svavarsson. Með grunndiplómu í starfstengdu námi fyrir fólk með þroskahömlun brautskrást Ásgeir Tómas Arnarsson, Dagur Steinn Elfu Ómarsson, til hamingju, Hallur Erlendsson, Hekla Björk Hólmarsdóttir, Lára Þorsteinsdóttir, Magnfríður Jóna Kristjánsdóttir og Nína Margrét Ingimarsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandídata frá deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda. Næst mun Karen Rut Gísladóttir, varadeildarforseti deildar kennslu og menntunarfræði, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með M.Ed.próf í grunnskólakennslu yngri barna brautskrást Sara Bjarney Ólafsdóttir og Særún Hlín Laufeyardóttir. Með M.Ed.próf í kennslufræði yngri barna í grunnskóla brautskráist Svavar Már Ólafsson. Með M.Ed.próf í leikskólakennarafræði brautskráist Ingibjörg Sólrún Ágústsdóttir. Með M.Ed.próf í menntunarfræði leikskóla brautskrást Helga Dögg Kristjönudóttir, Íris Ósk Karlsdóttir og Þorgerður Kristín Guðmundsdóttir. Með M.Ed.próf í starfstengdri leiðsögn og kennsluráðgjöf brautskráist María Jóhanna Hrafnsdóttir. Með M.T.próf í grunnskólakennslu yngri barna brautskrást Arna Margrét Arnardóttir, Ásdís Birna Bjarnadóttir, Ásta Eygló Pálsdóttir, Elísabet Einarsdóttir, Helga Rún Jónsdóttir, Hrafntinna Grettisdóttir, Jónína Helga Sigurðardóttir Berg, Margrét Anna Huldudóttir, Óskar Finnur Gunnarsson, fjarverandi, Sveinn Hólmar Guðmundsson, þá Selma Blöndal fjarverandi, Þóra Guðrún Jónsdóttir. Með M.T.próf í kennslufræði yngri barna í grunnskóla brautskrást Andrea Björk Kristjánsdóttir, fjarverandi, Anna Guðmundsdóttir, Anna María Sanders, Arna Guðbjörg Matthíasdóttir, Arna Ír Sæþórsdóttir, Ást Rún Jakobsdóttir, fjarverandi, Birgitta Guðmundsdóttir, Björg Kristín Ragnarsdóttir, Dröfn Freysdóttir, Heiðrún Harpa Martinsdóttir, Íris Anna Randversdóttir, Jóhanna Arnardóttir, Katrín Erlingsdóttir, Kolbrún Ósk Eyþórsdóttir, Lilja Rún Sigurðardóttir, María Rut Róbersdóttir og Njörður mun vera fjarverandi. Ólafía Sif Sverrisdóttir, Rebekka Rún Geirsdóttir, Svava Óskarsdóttir og Telma Brimdís Þorleifsdóttir. Með M.T.próf í leikskólakennarafræði brautskrást Agnieszka Masena Buratiewska, Andri Freyr Hilmarsson, Arnar Þór Hafsteinsson, Bergdís Eyland Gestsdóttir, Berglind Guðmundsdóttir, Brynja Hjörleifsdóttir, Fanney Dóra Veigarsdóttir, Franziska Guðrún Hoffmann, Fróði Snæbjörnsson, Guðrún Lilja Friðgeirsdóttir fjarverandi, Hanna Dögg Þórðardóttir, Helga Kamila Birgisdóttir, Ína Sigrún Þórðardóttir, Jóhanna Lind Þrastardóttir, Kristín Tryggvadóttir, Lovísa Rut Lúðvíksdóttir, Rakel Eyfundsdóttir, Rannveig Iðunn Ásgeirsdóttir, Rut Ragnarsdóttir, Sanja Kovacevic, Sara Rós Dængardóttir, Sara Dögg Ólafsdóttir, Unnur Bryndís Danielsdóttir,
og Stenka Modlova. Með MT-próf í mál og læsi brautskrást Erla Björg Rúnarsdóttir, Hanna María Helgadóttir og Kristín Edda Guðmundsdóttir. Með MT-próf í menntun án aðgreiningar brautskrást 2 nemendur sem eru fjarverandi. Þú ert ekki með skírteinin. Með MT-próf í menntunarfræði leikskóla brautskrást Agnes Ólöf Pétursdóttir, Aldís Dröfn Stefánsdóttir, Alma Sól Morelli, Annelín Júlía í Desígar, Álfhildur Haraldsdóttir, Ásgerður María Rívína, Kamilla Lillý Sigmundsdóttir, Elina Erlingsson, Erna Agnes Sigurgeirsdóttir, Guðrún Gylfadóttir, Guðrún Edda Hannibalsdóttir, Guðrún Freyja Jakobsdóttir, Harpa Sigmarsdóttir, Helga Sigríður Þórarinsdóttir, Hildur Edda Gretarsdóttir, Katarzyna Dubel, Katrín Alda Ámundadóttir sem fjarverandi og Linda Björk Pétursdóttir, Marína Pútskafa, Sigríður Líndal Karlsdóttir, Sigurbjörn Erna Halldórsdóttir, Una Margrét Magnúsdóttir og Viktoría Ír Nordal. Með BE-próf í grunnskólakennslu yngri barna brautskrást Alexandra Berg sem fjarverandi, Ásdís Jóhannesdóttir, Ásdís Sigurðardóttir, Ásta Dís Helgadóttir, Ellý Rut Halldórsdóttir, Emma Viktorsdóttir, Eyrún Ingþórsdóttir, Guðríður Emma Steinþórsdóttir, Guðrún Lilja Kristófersdóttir, Harpa Dögg Jóhannsdóttir, Hildur Karitas Gunnarsdóttir, Hrönn Erludóttir, Hulda María Valgeirsdóttir, Inga Bjarney Óladóttir, Katrín Georgsdóttir, Kolbrún Eva Sigurðardóttir, Kristbjörg Helga Eyjólfsdóttir, Miriam Sif Björnsdóttir, Natalía Mist Rúnarsdóttir, Ólafía Kristín Sæmundsdóttir, Salóme Svandís Þórhildardóttir, Sigríður Heiða Sigurðardóttir, Thelma Rúnarsdóttir, Vigdís Þóra Baldursdóttir, Þóra Dögg Sjell Guðmundsdóttir og Þórunn Kristín Erlingsdóttir. Með BE-próf í leikskólakennarafræði brautskrást Aðalheiður Helga Kristinsdóttir, Agnes Birna Jóhannesdóttir, Alma Brá Ragnarsdóttir, Anna Berner, Anna Sigrún Guðmundsdóttir, Anna Guðrún Sigurðardóttir, Bryndís Jóna Gunnarsdóttir, Diljá Björk Atladóttir, Elín Ósk Traustadóttir, Elín Rut Þorleifsdóttir, Elísa Birkisdóttir fjarverandi, Guðbjörg Bjarkadóttir, Guðrún Auðunsdóttir, Guðrún Guðjónsdóttir, Guðrún Þorgerður Jónsdóttir, Helga Dóra Rúnarsdóttir, Hildur Ósk Pétursdóttir, Hjördís Jónsdóttir, fjarverandi, Hrafnhildur Hugborg Jónsdóttir, Katrín Kristjónsdóttir, Kristín Birta Bjarnadóttir, Kristjana Arnarsdóttir, Liljam Ísel Gutierrez Ortega, Linda María Ingólfsdóttir, Margrét Sif Atladóttir, Oddrún Lára Friðgeirsdóttir, Óliver Bergmann, Ósk Hind Ómarsdóttir, Regína Jóhannesdóttir, Sandra Björk Aðalsteinsdóttir, Sara Ósk Dufell, Sara Kristjánsdóttir, Stefania Ósk Sigurjónsdóttir, Silvía Hera Skúladóttir, Tanja Rán Einarsdóttir, Valborg Sigurlín Konráðsdóttir, Viktoría Sól Sævarsdóttir og Þórunn Einarsdóttir. Þá lokið brautskráningu frá deild kennslu og menntunarfræði.
Næst mun Berglind Rós Magnúsdóttir, forseti deildar menntun og margbreytileika, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-próf í alþjóðlegu námi í menntunarfræði brautskrást Kimberly Ann Adams og Winfred Kofi Darko. Með MA-próf í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf brautskráist Agnes Sif Agnarsdóttir. Með MA-próf í uppeldis- og menntunarfræði brautskrást Guðrún Jóna Þrastardóttir og Ingibjörg Ósk Ólafsdóttir. Með MA-próf í þroskaþjálfarfræði brautskráist Helena Gunnarsdóttir. Með MT-próf í sérkennslufræði og skóla margbreytileikans brautskrást Guðbjörg Guðmundsdóttir. Guðrún Ósk Traustadóttir er fjarverandi. Helga Þórkelsdóttir, hún er einnig fjarverandi. Er það Íris? Íris Björk Baldursdóttir. Kolbrún Hulda Tryggvadóttir, sem er fjarverandi. Ólöf Ósk, einnig fjarverandi. Þórunn Sif Ólafsdóttir. Með BA-próf í uppeldis- og menntunarfræði brautskrást Anna Margrét Hafþórsdóttir, Ástrós Kristjánsdóttir, Bára Kristín Þórisdóttir, Birna Dögg M. Sigrúnardóttir, Birta Ósk Lárusen Óladóttir, Diljá Birna Gunnarsdóttir, Elísabet Guðrún Björnsdóttir, Elísabet Guðmundsdóttir, Elva Rut Árnadóttir, Eva Björg Halldórsdóttir, Fanney Lára, Guðrún Stella Þórisdóttir. Við viljum endilega fólk fái prófskírteini sín. Heiðrún Anna Sigurðardóttir. Helena, já. Helena Fanney Sölvadóttir. Helga Margrét Helgadóttir. Jóhanna Ósk Kristjánsdóttir. Katrín Ósk Þorsteinsdóttir. Kolbrún Júlía Óladóttir. Lára Hanna Halldórsdóttir. Maggi Hjördís Keransdóttir. María Pálsdóttir. Nanna Lísa S. Ágústsdóttir. Ólafur Daði Birgisson. Sigríður Marta Ingvarsdóttir. Sigrún Elva Ágústsdóttir. Steindóra Huld Gunnlaugsdóttir. Steinunn Ólafsdóttir. Veronika Aleinikúf. Þorgerður Þóranna Ævarsdóttir. Þórdís Helga Másdóttir og Þórey Birta Sigurjónsdóttir. Með BA-próf í þroskaþjálfarfræði brautskrást Agnes Jóhannsdóttir, Alexandra Vjeslava Sepko, sem er fjarverandi, Arna Guðný Valgarsdóttir, Auður Hanna Grímsdóttir, Bergþóra Anna Stefansdóttir, Bjarki Gíslason, Darri Hrannar Björnsson, Eggert Þorbjörn Böðvarsson, Elín Helga Gunnarsdóttir, Elísa Marey Sverrisdóttir, Emma Jóhanna Vasta Silva, Eva Kristín Sigurðardóttir, Fanney Dröfn Magnadóttir, Fríða Rún Gylfadóttir, Gísli Björn Þráinsson, Gunnar Árnason, Halldór sem mun vera fjarverandi, Halldóra Rún Sófusdóttir, Harpa Dís Haraldsdóttir, Inga Lára Valdimarsdóttir, Karen Ó. Thomsen Sigurðardóttir, Katrín Ósk Þorsteinsdóttir, Kolbrún Kara Pálmadóttir, Kolfinna Ardísardóttir, Kristín Helga Auðunsdóttir,
Kristófer Andri Ólafsson, Laufey Helga Ragnheiðardóttir, Lísa Lind Ólafsdóttir, Margrét Gunnarsdóttir, Margrét Sæmundsdóttir, Melkorka Rós Hjartardóttir, Petra Hjartardóttir, Rakel Ketilsdóttir, Rebekka Ýr Ólafsdóttir, Rósa María Bjarnadóttir, Silja Líf Einvarðsdóttir og Snædís Helma Harðardóttir. Þá lokið brautskráningu frá deild menntunar og margbreytileika og þar með frá öllum 4 deildum menntavistarsviðs. Við höfum fengið hingað góðan gest sem tónlistarkonan Árný Margrét og mun hún flytja okkur 2 lög. Árný Margrét, gjörðu svo vel.
ekki til, sokkarnir blautir áttaleytið. Takk fyrir. Gaman að fá að vera með ykkur hér í dag. Innilega til hamingju. Between us, you're hours away. When you're asleep, I'm awake, and I don't stay up late. Oh, I sent you a letter. I hope it arrives before the summer comes in the lonesome nights. Oh, I hate to be here, so far away. Can't wait to see you. Don't be late. But I wanna see the sun the way you see it. I wanna sing the songs oh late in the evenings oh. Between us, you're hours away. I don't know what to say. I'll be here in the shade. Oh, I found a new place to rest my eyes with the sea on each side to watch me cry. Oh, I hate to be here, so far away. Can't wait to see you. Don't be late. But I wanna see the sun the way you see it. I wanna sing the songs oh late in the evenings oh, and live with the feeling. Takk fyrir. Þá höldum við áfram brautskráningu kandidata og nú komið að verkfræði og náttúruvísindasviði. Sigurður Magnús Garðarsson, forseti fræðasviðsins, stýrir nú brautskráningu kandidata frá deildum þess. Að þessu sinni eru brautskráðir 284 kandidatar frá öllum 6 deildum verkfræði og náttúruvísindasviðs. Fyrst mun Rúnar Unnþórsson, forseti iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideildar afhenda prófskírteini. Með MS-próf í iðnaðarverkfræði brautskrást Brynhildur Helga Samúelsdóttir, Kristjana Björk Bardal. Með MS-próf í reikniverkfræði brautskrást Davíð Hringur Ágústsson sem fjarverandi, Íris Ósk Hilmarsdóttir. Með MS-próf í tölvunarfræði brautskrást
Jón Ingimarsson, Unnar Elías Björnsson. Með MS-próf í vélaverkfræði brautskrást Arnór Breki Ásþórsson, Gail Hornier, Jessi Rún Jónsdóttir og Ólafur Víðir Guðbjargarsson. Með BS-próf í efnaverkfræði brautskrást Anna Sif Mogensen, Arnar Sigurvinsson, Benedikt Árni Björnsson, Fanney Elva Einarsdóttir og Sandra Ósk Alfreðsdóttir. Með BS-próf í hugbúnaverkfræði brautskrást Bjarki Sigurjónsson Thorstensen, Davíð Nésjér, Elísa Björk Tryggvadóttir, Elísabet Ásta Ólafsdóttir, Friðrik Snær Björnsson, Herbert Vilhjálmsson, Hilmir Berg Halldórsson, Ingvar Hrafn Þorsteinsson, Ívan Már Þrastarsson, Jón Eðvar Viðarsson, Jónas Hákon Kjartansson, Kristófer Ísak Karlsson, Mikael Kumar, Sigfinnur Jerzy Guðlaugsson og Tómas Kristinn L. Ingólfsson. Með BS-próf í iðnaverkfræði brautskrást Arnkatla Dalmann Ívarsdóttir, Ástríður María Þorsteinsdóttir, Birgir Baldvinsson, Dagur Andrason, Elínborg Ása Ásbergsdóttir, Gunnar Eyjálsson, Hafsteinn Rúnar Jónsson, en hann brautskráðist einnig með BS-próf í tölvunarfræði, Helgi Freyr Sigurgeirsson, Hildur Ylva Jóhannesdóttir, Hjalti Sigurðsson, Inga Dís Víkingsdóttir, Ketill Hugi Halldórsson, Margrét Ásta Finnbjörnsdóttir, Melkorka Sól Pétursdóttir, Sóley Halldórsdóttir, Stefán Ásgeir Arnarsson, sem fjarverandi, Steinunn Björk Böðvarsdóttir og Þorvaldur Lúðvíksson. Með BS-próf í tölvunarfræði brautskrást Abel Haukur Guðmundsson, Arnar Gauti Ólafsson, Axel Thor Aspelund, Árni Þór Sörensen, Bjarki Steinar Viðarsson, Bjarni Guðmundsson, Dagbjört Þorgrímsdóttir, Einar Páll Pálsson, Ester Jenny Birgirsdóttir, Freyr Guðmundsson, Gísli Veigar Gíslason, Gylfi Guðjónsson, Halldór Jens Vilhjálmsson, Júlía Jakobsdóttir, Katja Nikola Wernersdóttir, Óskar Agnarsson, Rein Alfa Magnúsar, Stefán Hermundsson, Steinar Darri Þorkilsson og Steinunn María Egilsdóttir. Með BS-próf í vélaverkfræði brautskrást Arnar Gylfi Haraldsson, Aron Dagur Beck, Birgir Örn Erlendsson, Brynja Eyfjörð Jónsdóttir, Brynja Marín Bjarnadóttir, Daniel Eggertsson, Helga María Magnúsdóttir, Jónas Þór Gunnarsson, Júlía Sóley Gísladóttir, Kristófer Leví Sigtryggsson, María Árnadóttir, Tómas Ingi Jóhannsson. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild. Næst mun Andri Stefánsson, forseti jarðvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni.
Með MS-próf í jarðeðlisfræði brautskrást Bethany Erin Vanderhoff, Hakan Keith Hazard, Matthijs Hendrik Nús. Með MS-próf í jarðfræði brautskrást Brynja Arnardóttir, Iðunn Kara Valdimarsdóttir. Með MS-próf í jarðvísindum brautskráist Hæla Emil Svít. Með MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Pól Jósef Hill. Með BS-próf í jarðeðlisfræði brautskrást Arney Ósk Guðlaugsdóttir, Áslaug Gyða Birgisdóttir, Berglind Pétursdóttir og Katrín Ásta Karlsdóttir. Með BS-próf í jarðfræði brautskrást Atli Karl Backmann, Ásdís Embla Ásmundsdóttir, Daniel Pétursson, Helga Þórdís Björnsdóttir, Hjálmfríður Bríet Rúnarsdóttir, Jóhannes Birgir Gunnarsson, Sara Hlín Geirsdóttir, Sigurður Jóhann Jóhannsson, Sindri Smárásson, Steinunn Margrét Bógadóttir, Svava Kristín Jónsdóttir og Valgarður Hilmarsson. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá jarðvísindadeild. Næst mun Snæbjörn Pálsson, forseti líf- og umhverfisvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-próf í iðnaðarlíftækni brautskráist Leticia Annabella Randoso. Með MS-próf í landfræði brautskráist Elías Arnar Nínusson. Með MS-próf í líffræði brautskrást Arna Björt Ólafsdóttir, Hrafnhildur Vala Friðriksdóttir, Jóhannes B. Urbjörnik Tómasson, Margrét Jósefín Lafler og Snorri Páll Ólason. Með MS-próf í lífupplýsingafræði brautskráist Guðmundur Valur Magnússon. Með MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskrást Aðalbjörg Egilsdóttir, Clinton Allen Cook, Daniel John Murphy, Fernando Sofía Arevalo, Helga Frímann Kristjánsdóttir, Shad Emma Farabi, Júlía Kinsler, Karen Jónasdóttir og Lína Andrea Jóhannsson. Með BS-próf í ferðamálafræði brautskrást Axel Óli Alfreðsson, Hilda Steinunn Egilsdóttir, Kristín Elisabeth Skúladóttir og Saga Líf Þorsteinsdóttir. Með BS-próf í landfræði brautskrást Anna Karin Marinósdóttir, Dagmar Óladóttir, Kolbrún Mattíasdóttir, Kristinn Knörr Jóhannesson, Kristín Embla Guðjónsdóttir, Margrét Þóra Sæmundsdóttir, Rebekka Hekla Halldórsdóttir og Tómas Bergsteinn Arnarsson. Með BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði brautskrást Agatha Jóhannsdóttir, Alda Björk Oddgeirsdóttir, Birkir Orri Viðarsson, Elísa Sól Oddgeirsdóttir, Hlynur Magnússon, Íris Ósk Halldórsdóttir, Margrét Ólafía Ásgeirsdóttir, Marja Petrov Monova, Saga Líf Ævarsdóttir, Tara Jónsdóttir, Telma Rut Bjargardóttir, Theodóra Björk Ægisdóttir, Yrsa Rós Ásgeirsdóttir Hólm og Þorri Þórarinsson. Með BS-próf í líffræði brautskrást Alex Rafn Elvarsson, Andreas Guðmundsson Gavilier, Daniel Leo Dýrfjörð, Guðrún Ósk Sæmundsdóttir,
Heiðrún Inga Guðmundsdóttir, Írena Pálsdóttir, Ísabella Una Halldórsdóttir, Kolbeinn Sæmundur Hrólfsson, Kristrún Tanja Tjón Raputika, Ólafur Örn Thoroddsen, Rafn Sigurðsson, Sigríður Vala Finnsdóttir, Tryggvi Guðmundsson, Viktor Árnason, Þórný Þorsteinsdóttir og Þórunn Rebekka Ingvarsdóttir. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá líf- og umhverfisvísindadeild. Næst mun Lotta María Ellingsen, forseti rafmagns- og tölvuverkfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með BS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði brautskrást Arnar Ólafsson, Árni Teitur Líndal Þrastarsson, Berglind Dan Róbertsdóttir, Davíð Þór Ívarsson, Elín Ásta Pálsdóttir, Guðjón Hafsteinn Kristinsson, Hilmar Snær Örvarsson, Jason Alexander Kvinn, Jón Kristinn Magnússon, Magnús Gunnar Gunnlaugsson, Matthías Semant Gokk Edvardsson, Máni Magnússon, Oliver Aron Guðmundsson, Ólafur Már Þrastarsson, Sindri Sigvaldsson og Sólan Nói Sindrason, en hann brautskrást einnig með BS-prófi í tölvunarfræði. Með BS-prófi í megatrónik, hátæknifræði, brautskráist Daniel Stefán Richter. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá rafmagns- og tölvuverkfræðideild. Næst mun Benjamin Ragnar Sveinbjörnsson, staðgengill forseta raunvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MAS-próf í hagnýtri tölfræði brautskrást Gunnar Örn Guðmundsson. Með MS-próf í eðlisfræði brautskráist Dibyala Singh. Með MS-próf í efnafræði brautskrást Alek Elias Sigurðarsson og Sigurður Guðni Gunnarsson. Með MS-próf í lífefnafræði brautskráist Matthías Már Valdimarsson. Með MS-próf í iðnaðarlíftækni brautskráist Sigrún Rósa Hrólfsdóttir. Með MS-próf í stærðfræði brautskráist Sigurður Jens Albertsson, sem ekki hér. Með BS-próf í eðlisfræði brautskrást Bjarni Traustason, Ísól Lilja Róbertsdóttir. Með BS-próf í efnafræði brautskrást Baldur Kristinsson, Gunnhildur Diljá Gunnarsdóttir. Með BS-próf í hagnýtri stærðfræði brautskrást Ardís Halla Laxdal, Björn Aron Jóhannesson, Inga María Matthísdóttir, Jason Andri Gíslason, Kolbrún Júlía Guðmundsdóttir Njúmann, en hún brautskrást einnig með BS-próf í tölvunarfræði, og Kristján Karl K. Hjaltestedt. Með BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði brautskrást Egill Gauti Jónsson, Ester Borgarsdóttir, Guðrún Jóhannesdóttir, Helgi Snær Sverrisson, Íris Arnarsdóttir, Kári Ísleifsson, Kristín Fríða Sigurborgardóttir, Magnús Arnar Rúnarsson, Marjam Dalía Ómarsdóttir, Októ Hreinsson og Ragnar Loki Ragnarsson. Með BS-próf í stærðfræði brautskrást Arnar Ágúst Kristjánsson, Bjarki Baldursson Harksen, Felix Steinþórsson og Kári Rögnvaldsson. Með BS-próf í verkfræðilega eðlisfræði brautskrást Jón Helgi Jónsson,
Vladimir Ristik. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá raunvísindadeild. Næst mun Guðmundur Freyr Úlfarsson, forseti umhverfis- og byggingaverkfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-próf í byggingaverkfræði brautskrást Frans Sigurjónsson, Lilja Sigurrós Davíðsdóttir, Magdalena G. Bryndísardóttir, Sara Koptitjak, Stefán Grímur Sigurðsson og Þorkell Jón Tryggvason. Með MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskrást Anna Kristín Einarsdóttir, Björk Emilsdóttir, Guðrún Heiður Ísaksdóttir, Kælja Mörinn Þorbjörnsson og Marja Matjónsjak. Með MS-próf í umhverfisverkfræði brautskrást Katrín Hannesdóttir, Lingsjö Gvan og Megan Elisabeth Víkmann, sem ekki hér. Með MS-próf í umhverfis- og byggingaverkfræði brautskrást Agnes Inga Egilsdóttir. Hvað sagði ég? Byrja upp á nýtt. Með BS-próf í umhverfis- og byggingaverkfræði brautskrást Agnes Inga Egilsdóttir, gerðu svo vel. Álfheiður Stella L. Ágadóttir, Ásgeir Páll Magnússon, Benedikt Guðmundsson, Bjarni Páll Ingvarsson, Dagmar Ólafsdóttir, Eyþór Arnarsson, Gestur Þór Gesson, Hafsteinn Svansson, Hrefna Hreinsdóttir, Jóhann Almar Sigurðsson, Jón Bragi Magnússon, Natalía Ír Hjaltadóttir og Salvör Svangvít Björnsdóttir. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá umhverfis- og byggingaverkfræðideild og þar með frá öllum deildum verkfræði og náttúruvísindasviðs. Þar með lokið brautskráningu kandidata. Hjartanlega til hamingju með þennan þýðingarmikla áfanga. Við skulum gefa þessum myndarlega hópi gott klapp. Góðir gestir, nú komið að kveðju kandidata og mun Alek Elías Sigurðarson ávarpa samkomuna fyrir hönd kandidata. Gjörðu svo vel. Kæru samnemendur, það mér mikill heiður að standa hér á sviðinu sem fulltrúi okkar á þessum merkilega degi. Og ekki hafa áhyggjur, ræða mín mun ekki vera gervigreind. Ég þarf nú varla að segja mikið athöfnina sem við erum á einmitt núna, en ég vil hins vegar draga athygli að því afreki sem við náð í dag og að við megum vera stolt af því að vera hérna. Já, við megum ekki bara vera stolt, heldur eigum við að vera stolt af okkur sjálfum og okkar árangri. Í Hávamálum talað að maður beri ekki betri byrði á lífsbraut sinni en mann veit mikið og að það sé auði betra. Ég vitna ekki bara í Hávamál til þess að keppast við ávarpkandidata hér fyrir hádegi, en sú sem flutti það einmitt bókmenntafræðingur. En heldur vil ég leggja áherslu á að við höfum einmitt ræktað mannvit okkar í gegnum námið og að við stöndum hér sýnir einmitt hvað við metum það mikils og að við höfum haft þrautseigju til þess að komast að markmiðum okkar. Við höfum öll þurft að takast á við áskoranir í gegnum námið, hvort sem þær hafa verið af persónulegum toga eða tengdust náminu sjálfu. Við höfum yfirstigið prófkvíða, unnið í gegnum flókin verkefnaskil,
náð erfiðum áfengum og þraukað út suma, skulum við segja, erfiða kennara. Ég ætla ekki að nefna neinu. En ekki nóg með það, heldur var líka ákveðin heimsfaraldur sem við lentum í, sem hafði sannarlega mikil áhrif á nám okkar flestra undanfarin ár. Við höfum þurft að vera sveigjanleg og lagt okkur fram við það að takast á við áskoranir breyttra kennslu og námshátta sem aðstæðurnar kölluðu á. Það má síðan ekki gleyma því að þetta hefur allt tekist hjá okkur þökk sé hjálp vina, aðstandenda, samnemenda og fleiri. Þess vegna vona ég að við getum öll litið í kringum okkur í dag, ekki einungis með stolti, heldur líka með þakklæti fyrir því fólki sem við höfum kynnst og þau tengsl sem hafa myndast í þessu ferli. Núna þegar þessum kafla í lífi okkar lýkur, þá getum við litið aftur á það hversu mikið við höfum breyst og þroskast frá því að við byrjuðum í námi. Ég hef sjálfur til dæmis lært fullt af nýjum og flóknum orðum sem eru tengd náminu mínu. Eða ég hef að minnst lært að þykjast skilja þau, sem ekki síður mikilvægt. En einnig mikilvægir eru þeir eiginleikar sem við höfum tamið okkur í náminu, eins og gagnrýnin hugsun, agi og skipulagning. En það sem tekur við hjá okkur núna er mjög breytilegt. Sum okkar munu fara í áframhaldandi nám, önnur munu fara að vinna og enn önnur munu jafnvel breyta stefnu og takast á við eitthvað nýtt. Sum ykkar tengja kannski við mig þegar ég segi að ég veit enn ekkert hvað ég vilja verða þegar ég verð stór. En ég veit að minnst að þegar ég fer núna að stíga mín næstu skref í lífinu, að þá stíg ég þau af góðum grunni. Og ég veit að ég hef þann undirbúning sem þarf til þess að geta tekist á við þær áskoranir sem verða á vegi mínum. En sama hvað tekur við hjá okkur þegar við höldum nú hvert í sína átt inn í framtíðina, þá munum við vonandi eftir einhver ár geta litið aftur á þennan dag og á námið okkar sem heild og séð að þessi tól og kunnátta sem við lærðum séu enn hjá okkur og að þau nýtist okkur enn. Einnig vona ég að við getum líka tekið það með okkur inn í framtíðina að hætta aldrei að læra eitthvað nýtt. En hvað varðar daginn í dag allavega, þá vona ég að þið getum núna öll tekið undir með mér og sagt takk fyrir mig, Háskóli Íslands. Við þökkum Alek Elíasi Sigurðarsyni kærlega fyrir kveðju kandidata. Góðir gestir, nú tekur við tónlistarflutningur. Háskólakórinn flytur okkur 2 lög undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. Háskólakórinn, gerið svo vel.
Ég sá fallin ungan mann, enginn skeytir neitt hann, þótt hann ætti hest og hug, hauginn væn á festasprug, hestasprug á beit, hundinn í matarleit, haukur væni á eina fló, í víðurri famlu bjó. Ég vil fá á sér gæt, ég vil fá á sér gæt, ég vil fá á sér gæt, sjónarvænt, hárið gullnær yfir mig, jöfnir þitt, förum fljúgum, þá nótt mörgum smá, hrægir fyrir hrafnagerð, höldum bróðir morgunverð, förum fljótt og fljúgum, langt fáum, nótt mörgum smá, hrægir fyrir hrafnagerð, höldum bróðir morgunverð, höldum bróðir Hættum sem fagna fótum hröðum, öskudansi, dansi glöðum, hættuna donna, hættuna donna, hætt hérðan svona fríða fjörð, Óskarsson við segjum föður, hættuna donna, hætt hjarta mitt haldið illa, hættu það í ró að stilla, hættuna donna, hægina refja ekki bíða, giftu þig eftir kvíða ber, hætt það ekki sjón að sjá mig, og með mikil að þjá mig, hættuna hætt ekki orðin að ég spara, því að sjá hætt látara, Sæl ekki sofið, fyrstun fjall, fram á dags ekki dansin í, Sitt, Góðir gestir, gjöra svo vel að rísa á sætum og taka undir með kórnum í laginu Ísland ögrum skorið. Ísland ögrum skorið, ef vil nefna þig, sem á brjóstum borið og blessað hefir mig, fyrir skikkan skaparans, vertu blessað, blessið þig, blessa nafnið hans. Ísland ögrum skorið, ef vil nefna þig, sem á brjóstum borið og blessað hefir mig, sem á brjóstum borið
Við þökkum háskólakórnum fyrir fallegan flutning. Góðir gestir, þá er komið að lokum þessarar hátíðar. Að endingu vil ég óska ykkur öllum sem brautskráðust hér í dag og fjölskyldum ykkar og vinum innilega til hamingju með áfangan. Njótið dagsins, njótið lífsins og njótið allrar farsældar í framtíðinni. Þar með segi ég þessari brautskráningar athöfn lokið, en ég vil biðja ykkur að halda kyrru fyrir í sætunum þar til rektor og fylgdarlið hafa gengið úr salnum. Takk fyrir.